Boltinn rúlar enn Hey! Bjartsýnir og beitir, bestur eru leiknismenn Gunnar Jarl Jónsson besti dómari Pepsi-deildarinnar. Það var opinberað á lokahófi KSÍ fyrir rúmum 2 vikum. Gunnar dæmir fyrir Leikni enda lék hann með liðinu í 3., 2. og 1. deild á sínum tíma. Þessa mundir Gunnar í verkefnum á vegum Knattspyrnusambands Evrópu ásamt fleiri efnilegum dómurum í álfunni. Við hittum Gunnar að máli eftir hann hafði dæmt leik með 3. flokki Leiknis á haustmótinu á dögunum. Já Gunnar, besti dómari Pepsi-deildarinnar, kom þetta óvart? Nei, það kom ekki óvart, ég hafa búið að velja þetta sko, þannig að fótbolti.net sko, þannig að það kom ekki óvart sko. Nei, þetta var bara gaman og já, ég meina, mér veist ég að hafa dæmt bara vel í sumar sko, þannig að ég held ég átt að skilja eins og hver annar sko. Var ekki hroki að vera erlendis bara þegar velunum voru afhent? Nei, ég var bara hroki í KSÍ að vera með velun á saman tíma og ég hóði á saman tíma ég var erlendis sko. Þetta fyrsta heila ár sem dómari í efstu deild, valinn besti dómarinn. Ég meina, ertu ekki bara búinn að toppa og ekki komið að því að leggja flautunum bara heilina? Nei, ég rétt að byrja. Ég og eftir sko 18 ár lágmark sko og það bara, ég held maður bara halda einbeitingu þegar maður í hvern leik, bara sjá hvort það valinn besti dómarinn ekki. Það ekkert eitthvað sem kannski eitthvað að láta maður tikka ég og eftir fleiri markmið sem ég hef sett mér sko og þannig að þetta bara rétt að byrja sko, en vissulega, gaman að hafa viðurkenningu fyrir það en þá hann bara stefnaði að ég geta betur á næsta ári og dæma betur, maður getur alltaf gett betur sko en hefur næst bara að reyna að komast inn á FIFA-listan og innan einhver ára og það næsta markmið. Viðar, hvað gerir Gunnar alltaf að góðum dómara? Gunnar góður dómari? Það náttúrulega hann hefur tilfinningu verið leiknum, hann kann leikinn. Myndir ekki segja svona geðsíkin hjálpun? Jú, þetta náttúrulega ákveðin geðveiki að vera í dómgæslu sko. Því að menn eignast ekki droslega marga vini við það. En það bara svoleiðis að dómarinn hefur alltaf rétt fyrir sér. Saknar þess að geta að spila fótbolta? Já, það ger ég. Ég get alveg ekki það. En ég leit þosta minn svala þostanum í fótbolta svona af og til innanlandsbolta í Vestló með miklu meisturum. En jú, ég væri alveg til að spila fótbolta svona af og til. Það koma tímar þegar menn að gera slæmist á vellinum, þá hugsa ég bara, akkur var ég ekki þarna. Þú hefur dæmt fyrir Leikni í mörg ár. Hvað svona eftirminnilegast? Ég leikið með Leikni. Fyrsti leikur sem ég dæmdi sem dómari, þá var ég 14 og dæmdi annarfólksleik með svona gamla Rúkanor kúluflautu. Það var eftirminnilegasti leikurinn, það sem að vantaði. Ég fengið sem aðstoðardómari en endaði sem dómari. Og eftir það var líka eftir snúið sko, þá var maður alltaf hent út í djúpleginu sko. Nú hefur dæmt hjá nánast öllum leikmönnum sem í meistaraflokkshópi Leiknis í dag. Hver mesti vælarinn og leiðilegastur á velli, dómaralega séð? Ég myndi segja að OBG, Óttabenni, hafi vinningin. Því að hann hefur ekkert skánað að koma í meistaraflokk. Ég veit ekki mann sem tuðar jafn mikið í dómar og OBG eins og hann mikill ljúlingur. Þá hann, og það ekki beint svona tuð, það beint væl sko, hann vælir sko. Nú varst þú sem leikmaður ansið duglegur að safna spjöldum. Hefur það svona hjálpað þér í dómgæslunni? Nei, hjálpað, ég veit það ekki sko. Ég var bara að róast svona undir það síðasta sko, en framan að ferlinu mig og þá sótti ég í spjöldin sko. Oft svona þegar maður pirraði sko, þá fekk maður nánast bara viljandi spjöld sko, en ég held ég að þroskast með aldrei, menn jú, ekkert á spjöldandi hjálpa mér, það bara, ég veit ekki, maður veit hvað má og hvað má ekki sko, maður veit hvað maður gerði og hvað má í því sko. Matatíma? Það bara kalt út öll kvöld núna? Já, kalt út kvöld, maður lifa vel bara. Það er nóg til. Hér í Egilshöllinni að fara fram áskorun þáttarins. Það eru bræðurnir Birkir og Sindri Björnssonir sem munu þar keppa í sláarkeppni og þar kemur í ljós hvor bróðirinn betri. Sá sem tapar þarf að viðurkenna ósigur sinn fyrir fram á myndavélina og segja að það sé hinn bróðirinn sem sé betri.
Ég heiti Birgir Björnsson og Sindri Björnsson vist betri en ég. Þetta var bara sængja. Það var að taka svo slá ekki alveg. Hvað er það með í þessu, Darri? Hvað segir? Hvað er það með í þessu? Drekka hérna? Ja. Ég er með kók, Og konjak. konjak. Já, Gæði, þú fórst í og fékkst þér tattoo hérna á sunnudaginn. Hvað kom til? Já, þetta var bara einhver hugmynd sem kom upp í hópnum í sumar þegar vel gekk að ef við færum upp deilda þá myndum maður að fá sér leiknistattoo og svo náttúrulega náðum við að klúðra því að fara upp en ég mér fannst þetta eiginlega bara of góð hugmynd til þess að sleppinni. Og þarna þú grest þegar þetta var húðflúrað á þig? Nei, sem sannur kallmaður þá gerði ég það ekki, ég hló meiri hlutanum tímanu það sem þetta kýtlaði bara. Gæði hefur vantarlega grátið eins og kettling allan tíman. Já, gráta gefur þessu eiginlega dálítið nýja merkingu. Gæi, hann fór dálítið yfir þau mörk að gráta. Hann var óhuggandi eiginlega. En hann búinn að jafna sig í dag vantarlega, handlega? Já, hann var reyndar ennþá snögtandi út af velli á þann en það eru bara 3 dagar liðnir, þurfum að gefa hann svona viku kannski, þá er hann kannski komin yfir mest áfallið. Og þú ert vantarlega mjög ánægður með afraksturinn? Herru, ég er gríðarlega ánægður með þetta. Ég var svona fyrirfram, vissi ekki alveg ykkur ég átt að búast og hvernig þetta kemur út en mér finnst þetta koma mjög vel út. Og þú myndi þarna klæðast núna stuttbuxum við hvert tilefni vantarlega? Já, þegar fer að hlýna í veðri aftur þá verður það þannig, það verða kvartbuxur eða stuttbuxur við öll tækifæri. En hvernig það ekki langur biðlisti eftir að fá leiknistattúið á kálvan? Já, það er 3 ár núna það biðlistinn og er að lengjast. Já, það er gert. Mættur í gettóið, hvernig er tilfinningin? Hún er bara þokkaleg. Hvernig kom þetta til? Bara, ég bara þurfti að skipta umhverfi og leiknir talaði við mig og mér leist bara vel á hvernig gekk síðasta sumar og er ekki bara að gera að koma upp núna. Hvernig er það, sástu eitthvað til liðsins senasta sumar? Já, félaginn minn var að spila hérna og Brynjar Ben og maður læst bara fótbolti.net og svona. Og hvert er svona markmiðið, er það bara að fara upp með liðinu? Já, verður maður ekki að gera betur en á síðasta tímabili og ég er ekki komin til þess að tapa. Þú náttúrulega kemur úr herbúðum KR og hlýtur að þekkja Sigurstein Gísla svona ágætlega? Jú, hann þjálfaði mig líka þegar ég verið öðrum og eitthvað, þannig að við þekkjumst ágætlega. Já, Pab, hvernig er tilfinningin að vera mættur í leiknisbúningin? Bara góð sko, þetta er náttúrulega gettóin eins og því kallið það, kannski á sortum var náttúrulega heima í gettóinu, þannig að líst bara mjög vel á það. Þú ert kannski bara komin heim? Já, náttúrulega vinið minni segja það, að ég er heima náttúrulega í Breiðholtinu, þannig að ég er bara komin heim í gettóinu bara. Þannig að þekkir einhverja leikmenni í liðinu? Já, ég þekki nú nokkri Gerri náttúrulega spila með mér hjá Fylki og Himmi náttúrulega, hann var náttúrulega ágætis félagi minn og svo Kristján og þetta er svona strákar sem ég kannast við og ég er bara alveg ágætis félagi minnir og þeir sögðu bara alltaf náttúrulega flottir hlutum leikni þannig að það var ekkert erfitt ákvörðun sko, að ganga til liði leiknir. Hver er svona þín persónulegu markmið með kominu til leiknis? Það er bara að hjálpa liðinu upp og skora mörk fyrir félagin. Það er svona sem félagin er að leita eftir og ég vona bara að liðin náðu bara sæti eftir deildinni. Það er sem skiptir máli. Nú er strax æfingarleikur á laugardaginn, á ekki bara að opna markareikningi þá? Já, það er náttúrulega, maður er alltaf að vona það en menn eru samt ekki í góðu formi eins og er núna sko. En auðvitað náttúrulega er gaman að skora og ég mynd gera mitt besta og við verðum bara að sjá til hvað gerist á laugardaginn.
Sindri, það komið niðurstaða í þetta, ertu ekki sáttur? Já, ég er gríðarlega sáttur. Þetta var eitthvað sem kemur ekkert á óvart samt? Nei, alls ekki. Þú vissir þetta allan tíma? Ég vissi þetta.